18. kapítuli. Nú erfitt drukkið eftir Þorgrím og gefur Börk góðar vingjafar mörgum mönnum. Það næst til tíðinda að Börk kaupir að Þorgrími nef að hann setti seið að þeim manni yrði ekki að björg Þorgrím hefði vegið, þó að menn vildi duga honum. Oxi 9 vetra gamal var honum gefinn til þess. Nú flytur Þorgrímur fram seiðin og veitir sér umbúð eftir venju sinni og gerir sér hjal og fremur hann þetta fjölkengilega með allri ergi og skelmiskap. Varð og sá hlutur einn nýnaðum þótti gegna að aldrei festist næ utan og sunnan á haugi Þorgríms og eigi fraus og gátu menn þess til að hann mundi frey sá ávarður fyrir blótin að hann mundi eigi vilja að fröri á milli þeirra. Því fór fram vetrin og eigu þeirra bræður leika saman. Börk gengur þar í bú með Þórdísi og fær hennar. Hún fór eigi ein saman þá þetta var og fæðir hann svein og hann vatni ausinn og fyrst nefndur Þorgrímur eftir föður sínum. Og hann vex upp þótti þeim hann þungur í skaplendi og óeirinn og var snúið naftinu og kallaður Snorri goði. Börk bjó þar þau misseri og eigu þeir leika saman. Kona nefnd Auðbjörg bjó í ofanverðum dalnum á annmarka stöðum. Hún var systir Þorgríms nefs. Hún hafði átt sér bónda Þorkel hét og var kallaður Annmarki. Sonur hennar hét Þorstein. Hann var einhver sterkastur að leikunum, annar en Gísli. Þeir jafnan sér í leik Gísli og Þorstein en þeir til móts Börk og Þorkel. Einhvern dag kom þar fjöldi manna að sjá leikinn, því að mörgum var mikil forvitni á að sjá leikinn og vita hver sterkastur væri eða leikmaður bestur. En þar var sem víða annars staðar að mönnum þess meira kapp á fleiri koma til leikana. Þess getið að Börk hafði ekki við Þorsteini daginn og að ligðum reiddist Börk og braut í sundur knatttré Þorsteins, en Þorstein felldi hann og rak við svellinu niður. En Gísli sér það, þá mælti hann að hann skyldi leika sem hann hefði mátt til við Börk og mun skipta trjám við þig. Sá gera þeir, Gísli sest niður og gerir að trénu, horfir á hauginn Þorgríms, snær var á jörðu en konur sátu upp í brekkuna, Þórdís systir hans og margar aðrar. Gísli hvað þá vísu æfa skyldi. Teina sák í túni, Tálgríms vinar fálu, Gauts þess skeig og veittak, Gunnbliks táa miklu, nú gnýstærir geira, Grímu þrótt og sóttan, þann lét lundr og lendan landkostuð á branda. Þórdís nam þegar vísuna, gengur heim og hefur ráðið vísuna. Þeir skilja nú leikinn, fer Þorstein heim. Maður hét Þorgeir og var kallaður Orri. Hann bjó á Orrastöðum. Bergur hét maður og var kallaður Skammfótur. Hann bjó á Skammfótarmýri fyrir austan ána. Og nú menn fara heim, ræða þeir leikinn, Þorstein og Berg og deila að ligðum að Bergur kom með verki en Þorstein mælir í móti og lýst Berg Þorstein öxar hamarshögg, en Þorgeir stendur í milli og fær Þorstein eigi hefnt sín, fer heim til móður sínar, Auðbjörgar, bindur hún sár hans og lætur eigi vel yfir hans ferð. Kerling fær ekki sofnað nóttina, sváfar henni bimbult. Veður var kalt úti og logn og heiðríkt. Hún gengur nökkurum sinnum ansælis húsin og viðrar í allar ættir og setur upp nasanar. En við þessa hennar meðferð þá tók veðrið að skipast og gerir á fjúk mikill og eftir það þeim og brestur flóð í hlíðinni
og hleypur snæskriða á bæ Bergs og fá þar 12 menn bana og sér enn merki jarðfallsins í dag. 19. kapítuli. Nú fer Þorsteinn á fund Gísla og skýtur hann skjóli yfir hann og fer hann suður í Borgarfjörð og þar utan. Nú Börk frétti þessa fákynstur, þá fer hann upp á Annmarkastaði og lætur taka Auðbjörgu og fer með hana út á Saltnes og ber hana grjóti í hel. Og þetta liðið, fer Gísli heiman og kemur á Nefstaði og tekur Þorgrím nef höndum og færir á Saltnes og dreginn belgur á höfuð honum og barður grjóti til bana og kassaður hjá systur sinni á hryggnum milli Haukadals og Meðaldals. Nú nú kyrrt og líður á várið. Fer Börk suður á Þórsnes og ætlar að ráðast þangað og þykist enga virðingarför farið hafa vestur þangað, látið þvílíka mann sem Þorgrímur var, en fengið enga leiðréttu. Hann býr nú ferð sína og skipar til búsins og að setja ráð sitt, en ætlaði að gera aðra för eftir fé sínu og konu. Þorkel ætlaði og þangað að ráðast Súrsson og bjóst í för með Berki mági sínum. Frá því sagt að Þórdís Súrsdóttir hefur leitað Börk á götu, kona hans en systir Gísla. Þá mælti Börk: Nú vil ég að þú segir mér hví þú vart svo óglöð fyrst á hausti, þá við slitum leiknum, og þú hefur því heitið að segja mér áður en ég færa heiman. Þau eru nú og komin að hauginum Þorgríms, þau ræða þetta. Þá stingur hún við fótum og kveðst eigi fara lengra. Segir hún nú og hvað Gísli hafði kveðið, þá hann leit haugin Þorgríms, og kveður fyrir honum vísuna, og ætla ég, segir hún, að þú þurfir eigi annan veg eftir að leita víg Þorgríms og munur rétt búin málin honum á hendur. Börk verður við þetta ákaflega reiður og mælti: Nú vil ég þegar aftur snúa og drepa Gísla, en þó veit ég eigi, sagði hann, hvað satt í þessu Þórdís segir, og þykir mér hitt eigi ólíkara að engu gegni og eru oft köld kvennaráð. Og ríða þeir sandaleið, sá getur Þorkel talið, þar til þeir koma að Sandás, þá stíga þeir af baki og æja. Börk var fámálur, en Þorkel sagði að hann vildi hitta Önund vin sinn. Hann ríður þegar svo hart að brátt fellur sín. Hann snýr þá leið sinni út á hól og segir nú Gísla hvað títt að Þórdís hefur nú rofið málið og rannsakat vísuna. Máttu nú og svá við búast að komið málið. Gísli þagnar og hvað vísu. Gatat sál fastrar systir, sveigar mín að eiga, gætin gjúka dóttir, Guðrúnar hugtúnum, þás logstáka lægis, létsinn af hugstinnum, svárak snjallra bræðra, sörfræja ver deyja. Og þóttumsk ég eigi þess verður frá henni, því að ég þykjumst það lýst hafa nökkurum sinnum, að mér hefur eigi hennar óvirðing betri þótt en sjálfsmín. Hefi ég stundum lagt líf mitt í háskap fyrir hennar sakar, en hún hefur nú gefið mér dauðaráð. En það vil ég nú vita, bróðir, hvað ég skal þar eiga sem þú ert, slíkt sem nú hefi ég að gert. Að gera þig varan við ef menn vilja drepa þig, en bjargir veiti ég þér engar þær mér megi sakar á gefa. Þykir mér mikið af gert við mig, að drepinn Þorgrímur mágur minn og félagi og virkða vinur. Gísli svarar: Var eigi þess ván slíkan mann sem Vésteinn var, að eigi myndi mannheftandalaust vera, og mynda ég eigi þér svo svara sem þú svarar mér nú og eigi heldur gera. Nú skilja þeir. Ferð Þorkel til móts við Börk og fara þeir suður til Þórsnes og skipar Börk til bús síns,
en Þorkel kaupir land á Barðaströnd, það í Hvammi hét. Nú kemur að stefnudögum og fer Börkur vestur með 40 manna og ætlar að stefna Gísla til Þórsnessþings og Þorkel Súrsson þar í för og systur sínir Barkar, Þóroddur og Sagastein og þar var og í för austmaður einn Þorgrímur hét. Þeir ríða nú til Sandáls. Þá mælti Þorkel: Ég á skuld að heimta hér á einum bælitlum og nefndi bæinn og vil ég þangað ríða og heimta skuldina en þér ríðið eftir tómlega. Nú ríður Þorkel fyrir og hann kom þar sem hann hafði ákveðið og biður hann húsfreyju að hún skipti hefstum við sig og látið þennan sama standa fyrir durum og kasta vaðmáli yfir söðulinn og förunautar mínir koma eftir og segð þú að ég sitja inni í stofu og telja ég silfr. Nú fær honum hest annan og ríður hann nú skyndilega og kemur í skóga og hittir Gísla og segir honum hvað vera að Börkur vestan komin. 20. kapítuli. Nú það til máls að taka að Börkur býr mál til Þórsnessþings á hendur Gísla víg Þorgríms. Á þeirri stundu selur Gísli land sitt Þorkalli Eiríkssyni og tók við lausafé. Það var honum mjög innan handar. Hann spyr Þorkel bróður sinn ráða eða hvað hann legði til með honum eða hvort hann vil nökkura ásjá veita honum. Hann svarar sem fyrr að hann kveðst mundu gera honum njóst ef honum væri atfarar veittar en kveðst mundu firra sig sakagiftum. Þorkel ríður nú á brott og víkur svo reið sinni að hann kemst á bak þeim bergi og senkar nú ferðina þeirra heldur. Gísli tekur nú eiki tvá og ekur til skógar með fjárhlut sinn og með honum þræl hans Þórður inn hugleysi. Þá mælti Gísli: Oft hefur þú mér hlýðin verið og minn vilja gerfan og á ég þér góðu að launa. Það var vanni Gísla að hann var í kápublári og vel búinn. Hann varpar þá af sér kápunni og mælti: Kápu þessa vil ég gefa þér vinur og vil ég að þú njótir nú þegar og farir í kápuna og sitt síðan í sleðanum þeim sem síðar fer en ég mun leiða eikina og vera í kufli þín. Þeir gera nú svo. Þá mælti Gísli: Ef þá ber til að nökkrir menn kalla á þig, þá skaltu þess mest gæta að svara aldrei, en ef nökkrir menn vilja þér mein gera, þá haltu til skógarins. En það var mjög jafnfært vit og hugrekki, því að hvorki var neitt til. Gísli leiðir nú eikina. Þórður var mikil maður vexti og bar hann hátt í sleðanum. Hrósaði hann sér og heldur og þóttist veglega búinn. Nú sjá þeir Börkur för þeirra, þeir fara til skógarins og hleypa eftir hvatlega. En Þórður sér það, þá hleypur hann úr sleðanum sem hann má harðast og til skógarins. Þeir hyggja Gísla þar fara og halda eftir sem ákafast og kalla á hann sem þeir geta. En hann þegir við og hleypur sem hann má. Þorgrímur austmaður skýtur eftir honum spjóti og kemur milli herða honum svo hart að hann fellur við áfram og var það hans bana sár. Þá mælti Börkur: Skjóttu aðra manna heilastur. Þeir bræður ræddu sín á milli að þeir mundu fara eftir þrælnum og vita ef nökkur hugur í honum. Þeir snúa nú til skógarins. Nú frá því að segja að þeir Börkur koma að blákápumanninum og draga af honum kápuhöttin og þykir nú minna happ í en þeir ætluðu, því að þeir kenndu þar Þórð inn huglausa þeir ætluðu Gísla. Það nú sagt að þeir bræður koma að skóginum, en Gísli kominn í skóginn og sér hann þá og svá þeir hann. Þá skýtur annar þeirra spjóti til hans, en Gísli tók það á lofti og skaut aftur og kemur á Þórð miðjan og fló í gegnum hann
Nú snýr Stein í móti félögum sínum og segir heldur ógreiðfært skóginn. Burke vill þó þangað að leita og svo gera þeir. Og þeir koma að skóginum þá sér Þorgrímur Austmaður hvar limit hrærist í einum stað og skýtur spjóti á gagngert og kemur í kálfann á Gísla. Hann stendir aftur spjótið og rekur gegnum Þorgrím og lætur hann líf sitt. Nú leita þeir skóginn og finna Gísla eigi og hverfa aftur við svo búið til bæjarins og búa nú mál til á hendur Gísla víg Þorgríms. Engan hlut taka þeir þaðan í fjárhlutum og fara síðan heim. Gísli fer nú á fjallið að Húsabaki og bindur sár sitt, meðan þeir Burke váru á bænum. Og þeir váru á brottu fór Gísli heim og býr þegar ferð sína og fær sér skip og flytur þangað á mikinn fjárhlut og fer Auður kona hans með honum og Guðríður fóstra hans og út til Húsanes og koma þar við land. Gísli gengur þar upp til bæjarins og hittir þar mann og spyr sá hver hann væri, en Gísli sagði til slíkt honum sýndist, en ekki það sem var. Gísli tekur upp stein einn og kastar út í hólm þann þar var fyrir landi og bað þar bóndason eftir gera, þá hann kæmi heim og hvað hann þá vita mundu hver maðurinn þar hefði komið. En það var einskis manns að inna og kom þar þá enn það fram að Gísli var betr að íþróttum búinn en flestir menn aðrir. Eftir það gengur hann á bátinn og rær út yfir nesið og yfir Arnarfjörð og yfir fjörðan gengur inn af Arnarfirði heitir Geirþjófsfjörður og bjóst hann þar og gerir þar alhýsi og þar vetrin. 21. kapítuli. Það nú þessu næst að Gísli gerir orð málum sínum Helga og Sigurði og Vestgeiri að þeir fari til þings og bjóði sætt fyrir hann að hann yrði eigi sekur og fara þeir til þings Bjartmarsinir og koma engu áleiðis sættina og kalla menn að þeir hafi illa borið sig svá að þeim hafi næsta í allt skap komið áður en létti. Þeir segja Þorkatli auka hvað títt og kváðust eigi þora að segja Gísla sekt sína, urðu þar engi önnur tíðindi á þinginu en Gísli verður sekur. Þorkel auki fer nú þá til fundar við Gísla og sagði honum sekt sína, þá hvað Gísli vísu þessa. Myndið þá á Þórnesi meðallok á minni sög, ef Vésteins væri hjarta, Bjartmarssonum í brjóst lagið. Þá glúpnuðu glaðir skildu, móðurbræður, minnar kvánar, sem eyðendur ekki væri fjarðardags fúlu losnir. Luku þunglega á þingi, þau orð komin norðan, saldelandi sólar sómlaust á mig dómi, það á bláserkjarberki, báru hreins og steini, veitir dags eins vegna, baldur hermilega að gjalda. Nú spyr Gísli hvers hann skal ván eiga hjá þeim, þeir segjast nafnarbáðir munu skjóta skjóli yfir hann, með þeim hætti að þeir léti eigi fé sitt fyrir þá sök. Ferð Þorkel heim eftir það. Sá sagt að Gísli var 3 vetr í Geirþjófsfirði, en stundum með Þorkatli Eiríksinni, en aðra 3 vetr fer hann allt Ísland og hittir höfðingja og biður sér liðs, en sakar þess tröllskapar Þorgrímur nef hafði haft í seiðinum og atkvæða þá verður þess eigi auðitt að höfðingjar tæki við honum, og þó að stundum þætti þeim eigi svo ólíklega að horfa og bar þó allstaðar nökkurt við. Hann var þó löngum með Þorkatli Eiríksinni og hefur hann nú 6 vetr verið í segðinni. Eftir þetta hann stundum í Geirþjófsfirði á bæ Auðar, en stundum í fylgsnum fyrir norðan ána, en hann hafði gert sér. Annað fylgsni átti hann við kleifann suður frá Garði og var hann ýmist. 20. kapítuli. Nú Burke spyr þetta, þá býr hann heiman för sína og hittir Eyjólfinn gráa, þá bjó í Arnarfirði í Otradal og beiðir að hann léti eftir Gísla og drepi hann í segðinni, og kveðst mundu gefa honum til 300 silfurs, þess að algott sé að hann leggi á alla stund að leita eftir honum. Hann tekur við fénu
og heitir sinni umsýslu. Sá maður var með Eyjólfi Helgi hét og var kallaður Njósnahelgi. Hann var bæði frár og skyggn og var honum alla fjörðu kunnugt. Hann var sendur í Geirþjófsfjörð að vita hvort Gísli væri þar. Hann verður varð við manninn og veit eigi hvort Gísli eða annar maður. Hann fer heim og segir Eyjólfi til sá búins. Hann kveðst víst vita að það muni Gísli verið hafa og bregður við skjótt og fer heiman við sjöunda mann í Geirþjófsfjörð og verður ekki varð við Gísla og fer við sá búið aftur heim. Gísli var vitr maður og draumamaður mikil og verðdreymur. Það kemur saman með öllum vitrum mönnum að Gísli hafi lengst allra manna í sekt gengið annara en Grettir Ásmundarson. Frá því var sagt eitt haust að Gísli lét illa í svefni nótt eina, þá hann var á bæ Auðar og hann vaknar spurði hon hvað hann dreymði. Hann svarar, ég á draumkonur tvær, sagði hann, og önnur vel við mig, en önnur segir mér það nokkuð jafnan, en mér þykir verr en áður og spár mér illt eina. En það dreymði mig nú að ég þóttumst ganga að húsi einu eða skála og þóttumst ég ganga í húsið og þar kenda ég marga inni frændur mína og vini. Þeir sátu við elda og drukku og váru eldarnir, sumir váru mjög brunnir en sumir sem bjartastir. Þá kom inn draumkona mín inn betri og sagði að það merkti aldur minn hvað ég ætti eftir ólifað og hún réð mér það meðan ég lifða að láta leiðast forna síð og nema enga galdra né fornesku og vera vel við daufan og haltan og fátaka og fáraða. Eigi var draumurinn lengri. Þá kvað Gísli vísur nökkurar, fold konk inn þars eldar, unnfús í sal brunnu, várum þar aura, 1 og 6 að meini, sák blíðlega báðar, bekksagnir mér fagna, hróðdeilin bað heilan, hvern mann í því ranni. Hyggið að hvað egða, anspili vör banda, mildur hve margir eldar, malmrunnur í sal brunnu, svá átt bað bil blæju, bjargs ólifað marga, veður skjöldunga valdi, vetr nú skamt til betra. Gerskatt næmur hvað nauma, niðurleiks ara steikar, árnema algott heyrir, heiðja galdurs að skaldum, fátt hveða fleygja brautar, fúlþverranda að verra, randa loks eins reynda, runnur en illt að kunna. Vald eigi þú vígi, vest og út þyrri, morð við mæti njörðu, mér heiti því sleitu, bugskindir hjálp blindum, valdur hygga því skjaldara, illt hveða háð og höldum, handlausum tígranda. 20. kapitali. Nú frá því að segja að Börk þýstir að Eyjólfi fast og þykir svo eigi svo fyllt sem hann vildi og þykir eigi mikill koma fyrir féð, það hann fékk honum í hendur og kveðst þess viss vera orðin að Gísli væri í Geirþjófsfirði og segir það mönnum Eyjóls ámilli fara að hann leiti eftir Gísla, ellegar hann kveðst sjálfur myndu fara. Eyjólfur vaknar við skjótt og sendir enn Njósnahelga til Geirþjófsfjarðar og hefir hann nú vistir með sér og á brott viku og situr nú að hann yrði varð við Gísla, sér nú einn dag að hann gengur frá leinum sínum og kennir Gísla. Lætur hann nú verða við brugðið og fer á brott og segir Eyjólfi hvers hann viss orðin. Eyjólfur býr nú ferð sína heiman með 9. mann og fer til Geirþjófsfjarðar og hittir á bæ Auðar. Þeir finna eigi Gísla þar og fara nú alla skóga að leita Gísla og finna hann eigi, koma aftur til bæjar Auðar og býður Eyjólfur henni mikill fé til að segja til Gísla, en það fer fjarri að hon vili það. Þá heitast þeir að meiða hana að nökkuru og tjár það alls ekki og verður við það heim að fara.
Þykir þessi för hinn hæfilegasta og Eyjólfur heima haustið. En þó að Gísli yrði þá eigi fundinn, þá skilur hann þó að hann muni tekinn verða skammt á milli. Gísli ræðst nú heiman og inn til strandar og ríður á fund Þorkels bróður síns í Hvamm. Hann drepur þar á dyr á svefnhúsi því Þorkel liggur í, og gengur hann út og heilsar Gísla. Nú vil ég vita, sagði Gísli, ef þú vil mér nokkurn fullting veita. Vænti ég nú af þér góðra liðveislu, nú mjög þröngt að mér, hefi ég og lengi til þess sparast. Þorkel svarar innu sama og kveðst enga björg munu veita honum, þá honum megi sakar á gefa, en kveðst mundu fá honum silfr eða fararskjóta ef hann þyrfti, eða aðra hluti þá sem fyrr var sagt. Sé ég nú, sagði Gísli, að þú vil mér ekki lið veita. Fá mér nú 300 vaðmála og huggast svá að ég mun sjaldan krefja þig héðan frá liðis. Þorkel gerði svá, fær honum vöru og silfur nökkut. Gísli kveðst það nú og þiggja mundu, en sagðist eigi þó svá lítillega við hann gera mundu ef hann stæði í hans rúmi. Gísla þykir fyrir þeir skiljast. Hann fer nú út í vaðil til móður Gests Oddleifssonar og kemur þar fyrir dag og drepur á dyr. Gengur húsfreyja til dyra. Hún var oft vön að taka við skógarmönnum og átti hún jarðhús. Var annar jarðhús endir við ána, en annar við eldhúsið hennar og sér enn þess merki. Þorgerður fagnar vel Gísla og mun ég það til láta við þig að þú dvelist hér hríð, en ég má eigi vita hvort þar verður nökkut annað en kvenvælar einar. Gísli kveðst nú það þykja mundu, en segir nú eigi verða körlunum svo vel að örvænt sé að konunum verði betr. Gísli þar vetrin og hefur hvergi verið jafnvel gert við hann í sektinni sem þar. 24. kapítuli. Þegar várar fer Gísli aftur í Geirþjófsfjörð og má þá eigi lengur vera brott frá auði konu sinni. Sá unnast þau mikill, nú þar sumarið á laun og til þess haustar, og kemur nú á þref draumana þegar lengi nóttina, og kemur nú inn verri draumkonan að honum og gerast nú sveftfarar harðar, og segir nú eitt sinn auði hvað hann dreymði hún spurði eftir, og hvað þá vísu. Villa oss ef elli oddstríðir skal bíða, mér gengur sjöfn í svefna, sauma mínir draumar stendur eigi það þegi, þornreið bragar greiði, ölnanna selur annars efni mér fyrr svefni. Og nú segir Gísli að konan sú verri kemur oft að honum og vil jafnan ríða hann blóði og roðru og þvá honum í og lætur sér illega, þá hvað hann enn vísu. Eigi verður en orða, oslér og það borða, geft drepr fyrir mér glaumi, gótt úr hverjum draumi, kemur þegar ég skal blunda, kona við mig til funda, ostfær unda blóði, öll í manna blóði. Og enn hvað hann sagt hefk enn frá órum, oddhlems við draumi, varðat mér auðra, orðfátt smuk láta, hafa vátt snerru, vekjendur þess mig segðu, brynju hatturs en spitra, veiðendur nú reyðung. Og nú kyrri tíðindi, fer Gísli nú til Þorgerðar og með henni annan vetur, en sumarið eftir fer hann í Geirþjófsfjörð og þar haustar. Þá fer hann enn til Þorkels bróður síns og drepur þar á dyr. Þorkel vil ekki út ganga og tekur Gísli kefli og rístr á rúnar og kastar inn. Það sér Þorkel og tekur upp og lítur á og stendur upp síðan, gengur út og heilsar Gísla og spyrir tíðenda. Hann kveðst ekki kunna að segja, og ég nú komin eitt síðasta sinn á þinn fundfrændi og lát nú verða að skurulegri liðveislu, en ég mun því launa að ég mun aldrei krefja þig oftar. Þorkel svarar enninu sama og fyrr,
Býður honum hross eða skip en skerst undan allri liðveislu. Gísli þiggur skip og biður Þórkel setja fram með sér skipið. Hann gerir svo og fær honum 6 vættir matar og 100 vaðmála. Og Gísli á skip kominn stendur Þórkel á landi. Þá mælti Gísli: Nú þykist þú öllum fótum í etu standa og vera vinur margra höfðingja og uggir nú ekki að þér, en ek segr og hefi ek mikinn fjandskap margra manna, en það kann ek þér að segja, að þú mynd þó fyrir drepinn en ek, og munum við nú skilja og verð en vera skildi og sjást aldrei síðan, en vita skaldu það að eigi myndi ek sá við þig gera. Ekki hyrði ek spár þínar, sagði Þórkel, og skildust við svo búið. Fer Gísli inn til Hergilseyjar á Breiðafjörð. Þá tekur hann úr skipinu þyljur og þóftur, árar og allt sem laust var innbyrðis og hvelfir skipinu og lætur reka inn að nesjum. Og nú geta menn þess til, sjá skipið, að Gísli muni drukknaður vera, skipið brotið og rekið á land og muni tekið hafa frá Þorkalli bróður sínum. Nú gengur Gísli í Hergilsey til hús, þar býr sá maður Ingjaldur hét, kona hans Þorgerður. Ingjaldur var systungur Gísla að frændsemi og hafði með honum farið út hingað til Íslands. Og þeir hittast, býður hann Gísla allan greiða og alla björg, þá hann mátti honum veita, og það þykkur Gísli, og þar síðan kyrrt nokkura stund. 25. kapítuli. Með Ingjaldi var þræl og ambátt. Þrælinn hét Svart, en ambáttinn hét Bóthildur. Helgi var sonur Ingjalds og var afglapi sem mest mátti vera og fífl. Honum var svo umbúð veitt að raufarsteinn var bundinn við hálsinn og beit hann gras úti sem fénaður og kallaður Ingjaldsfífl. Hann var mikil vexti, nær sem tröll. Gísli þar þann vetr og smíðar skip Ingjaldi og marga hluti aðra. En allt það sem hann smíðaði, þá var það auðkennt, því að hann var hagari en flestir menn aðrir. Menn undruðust hví það var svo vel smíðat margt sem Ingjaldur átti, því að hann var ekki hagur. Gísli ávallt á sumrum í Geirþórsfirði. Fer nú svá fram 3 vetr frá því hann hafði drengt, og verður honum þetta að mestu trausti, Ingjaldur veitir honum. Þykir mönnum nú grunnsamlegt þetta allt jafnt saman, og hyggja nú að Gísli muni lifa og hafi verið með Ingjaldi, en eigi drukknaður, sem sagt hafði verið. Leggja menn nú ræðu á. Ingjaldur á nú 3 skip og vel ger. Kemur þessi kvitr fyrir Eyjólf hinn grá, og hlýtur Helgi enn að fara, og kemur hann í Hergilsey. Gísli ávallt í jarðhúsi, þá menn koma í eina. En Ingjaldur var góður gestgjafi og býður Helga gisting. Þar var hann nóttina. Ingjaldur var iðjumaður mikil, hann reri á sjó hver dag sjófært var, og morguninn hann var búinn til útróðrar, spyr hann hvort Helga ekki ákaft ferðina, eða hví hann liggur. Hann kvað sér vera ekki engar skjalt og blés við og strauk höfuðbeinin. Ingjaldur bað hann þá liggja sem kyrrastan og fer hann til sjávar, en Helgi tekur að stynja fast. Nú sagt að Þorgerður gengur til jarðhússins og ætlar að gefa Gísla dögurð, en þyli á millum pússins og þess Helgi lá í. Þorgerður gengur í brott úr búrinu, klífur Helgi upp á þylið og sér að þar var manni matur deildur, og í því kemur Þorgerður inn og vinst Helgi við fast og fellur ofan að þylinu. Þorgerður spyr hví hann lætur sá að klífa í ræfur upp og vera eigið kyrr. Hann kveðst svá óðvirki vera af beinverkjum að hann mátti eigið kyrr vera, og vilda segir hann að þú fylgðir mér til rekkju. Hún gerir svá, síðan gengur hún brott með matinn, en Helgi rís upp þegar og gengur eftir og sér nú hvað títt gengur nú aftur og leggst niður eftir þetta og þar þann dag.
Ingjaldur kemur heim kveldið og fer til Rekkju Helga og spyr hvort honum létti nokkuð. Hann kvað áleiðis snúast og beygir sér farnings morguninn úr eyjunni og hann fluttur suður til Flateyjar og fer síðan suður til Þórsness. Segir nú að hann orðinn var við að Gísli með Ingjaldi. Síðan býst Börkur heiman og saman 15 fara á skip og sigla sunnan yfir Breiðafjörð. Þennan dag Ingjaldur róinn á vastir og Gísli með honum, en þræl hans og ambátt á öðru skipi og sátu hjá eyjum nokkurum, þeim heita Skutileyjar. 7. og 20. kapítuli. Nú sér Ingjaldur að skipið siglir sunnan og mælti: skip siglir þarna og hygg ég að þar muni vera Börkur hinn digri. Hvað þá til ráðstakanda, sagði Gísli, ég vil vita hvort þú sá hygginn sem þú drengurinn góður. Skjótt til ráða að taka, sagði Ingjaldur, þó að ég sé engi vitflegsmaður. Róum sem ákafast að eyjunni og göngum síðan upp á Vaðsteinaberg og verjumst meðan við megum uppstanda. Nú fór sem mig varði, sagði Gísli, að þú myndir hitta það ráðið að þú mættir drengurinn af verða sem best, en verri laun sel ég þér þá fyrir liðveisluna en ég hafði ætlað, ef þú skalt fyrir mínar sakar lífið láta. Nú skal það vera aldrei og skal annað ráð taka. Þú skalt róa að eyjunni og þrælinn og ganga upp á bergið og búist að verjast, og munu þeir ætla mig annan manninn sigla sunnan fyrir nesið. En ég mun skipta klæðum við þrælinn sem eitt sinn fyrr og mun ég fara á bátinn með Bóthildi. Ingjaldur gerði sem Gísli ráðlagði, fannst það á að hann var hinn reiðasti. Og þeir skilja, þá mælti Bóthildur: hvað nú til ráðs? Gísli kvað vísu: ráðs leitar nú rítar, röður vekjum mjög suðra, skorð þvít skiljask verðum, skjaldsteins frá Ingjaldi, þó munk hirs að hváru, hafa bláfoldar skafla, snirtigátt né sítek, snauð það mér verður auðut. Nú róa þau suður í móti þeim bergi og gláta sem ekki væri til vandraða. Þá segir Gísli fyrir hversu hátt það skal. Þú skalt segja, segir hann, að hér sé fíflið innanborðs, en ég mun sitja í stafni og herma eftir því og vefja mig í vaðnum og vera stundum utanborðs og láta sem ég má ærilegast, og ef nokkur berir þá umfram, mun ég róa sem ég má og leita þess á að sem skjótast skili með oss. Og nú rær hon í móti þeim og þó eigi alnærri þeim bergi og lætur sem hon bregði til miðan. Nú kallar Börkur á hana og spyr ef Gísli væri á eyjunni. Eigi veit ég það, segir hún, en hitt veit ég að þar sá maður mjög berr af öðrum mönnum, þeim sem í eyjunni bæði að vexti og hagleik. Já, segir Börkur, en hvort Ingjaldur bóndi heima? Löngu áðan reri hann til eyjarinnar, sagði hún, og þræl hans með honum, að því kuða. Það mun þó eigi verið hafa, segir Börkur, og mun Gísli það verið hafa, og róum eftir þeim sem ákafast, því að býta mætti nú beinfiskur ef að borði yrði dreginn. Og róum nú sem ákafast, því að býta mætti nú beinfiskur ef að borði yrði dreginn. Þeir svöruðu: gaman þykir oss að fíflinu og horfa á það, sá sem það getur ærilega látið. Þeir sögðu að hún var hörmulega stödd, hún skyldi fylgja fóla þessum. Sváð þykir mér og, segir hún, en hitt finn ég á að yður þykir hlægilegt og harmið mig allítt. Förum ekki að heimsku þessi, segir Börkur, og víkjum áleiðis. Skiljast þau nú og róa þeir til eyjarinnar og ganga á land og sjá nú mennina á Vaðsteinabergi og snúa þangað og hyggja algott til sín, en þeir uppi á berginu, Ingjaldur og þrælinn. Börkur kennir brátt mennina og mælti til Ingjalds: hitt nú ráð
að selja fram Gísla eða segja til hans Ella, og ertu mannhundur mikil, þú hefur leynt bróðurbanna mínum, og ert þú minn landseti, og værir þú ills verður frá mér, og væri það sannara að þú værir drepinn. Ingjaldur svarar, ég hefi vánd klæði, og hryggir mig ekki, þó að ég slíta þeim eigi gerð, og fyrr mun ég láta lífið, en gera eigi Gísla það gott sem ég má, og fyrra hann vandræðum. Og það hafa menn mælt, að Ingjaldur hafi Gísla mest veitt, og það að mestu gagni orðið. Og það sagt, að þá Þorgrímur nefgerði seiðin, hann mælti svo fyrir, að Gísla skyldi ekki að gagni verða, þó að menn byrgi honum hér á landi. En það kom honum eigi í hug að skilja til úteyjar, og endist því þetta hóti lengst, þótt eigi yrði þess álegnar auðið. 7. og 20. kapítuli. Berki þykir eigi það til liggja, að veita Ingjaldi atgöngu landseta sínum. Hverfa þeir nú frá til bæjar og leita þar Gísla, og finna hann eigi sem ván var. Þeir fara nú eina og koma þar að í einum stað, fíflið lá og beit gras í dalverpi einu og bundinn stein við hálsinn. Þá tekur Börk til orða, bæði nú að mikill sagt frá fíflinu Ingjalds, enda deilist það nú heldur víðar en hugða, og hér ekki á að horfa, og hefur oss orðið svo mikil vanhyggja að stóru berg, og eigi veit ég nær vér fáum þetta leiðrétt, og mun Gísli þar verið hafa á bátinum hjá oss, og mun hafa látið eftir fíflinu, því að hann við hvort tveggja brugðinn, og hinn mesta hermi kráka. Og það skömm jafnt mörgum mönnum, ef hann skal nú komast úr höndum oss, og skundum eftir honum, og látum hann nú eigi úr færi ganga. Síðan hlaupa þeir á skip og róa eftir þeim, og falla fast við árar. Þeir geta að líta að þau komin langt inn á sund, og sækja nú hvári tveggju fast tróðurinn. Rennir það skip meira sem menninni varu fleiri á, og leggst svo nærri síðir, að þá Börk komin í skotfæri, þau komin að landi. Þá tekur Gísli til orða og mælti við ambáttina, nú munum við skiljast, og hér gull, að þú skalt færa Ingjaldi, en annað konu hans, og seg þeim að þau gefi þér frelsi, og ber þetta til jarðtegna, og vil ég og að svarti sé frelsi gefið. Máttu að vísu heita minn lífgjafi, og vil ég að þú njótir þess. Nú skilja þau, og hleypur Gísli á land, og í Hamraskarð nökkut, en það á Hjarðarnesi. Ambáttin réri í brott, allsveitt af mæði, og rauk af henni. Þeir Börk róa að landi, og verður Sakasteinn skjótast af skipinu, og hleypur að leita Gísla. Og hann kemur í Hamraskarðið, stendur Gísli fyrir með brugðið sverð, og keyrir þegar í höfuð honum, svo að stóð í herðum niður, og fellur hann dauður á jörð. Þeir Börk ganga nú upp á eina, og Gísli hleypur á sund og ætlar að leggjast til lands. Börk skýtur eftir honum spjóti, og kom í kálfan á honum, og skar út ór, og var það mikill sár. Hann kemur brott spjótinu, en týnir sverðinu, því að hann var svo móður, að hann gat eigi á haldið. Þá var myrkt af nótt, hann komst að landi, þá hleypur hann í skóg, því að þá var víða skógum vaxið. Þá róa þeir Börk að landi og leita Gísla, og hvía hann í skóginum, og hann var móður og styrður að hann má varla ganga, og verður nú var við menn alla vega frá sér. Nú leitar hann ráðs og fer ofan til sjávarins, og kemst þar inn með flæðarbökkum til haugs í myrkrinu, og hittir bónda einn hét, sonur Þorsteins Ranstafs, og var allra manna slægastur. Hann heilsar honum og spyrir tíðenda. Hann sagði allt hversu farið hafði með þeim Berki.
Refr átti sér konu Álfdís hét, væn að yfirliti, en fárskona sem mest í skapi og var hinn mesti kvenskratti. Með þeim Ref var jafnræði. Og hann hefur sagt Ref tíðindin, skorar Gísli á hann til fulltings, og munu þeir koma hér brátt, sagði Gísli, og nú að mjög, en fáir verða til liðveislu. Mun gera á nökkun, segir Refr, þann að ráða ein hversu að með skal fara, að veita þér, og hlutast þú til einskis. Það skal nú þykja, sagði Gísli, og mun eigi ganga fæti framar. Gakk þú inn þá, sagði Refr, og sá gerðu þeir. Þá mælti Refr við Álfdísi, nú mun skipta mönnum við þig í rekkjunni, og tekur nú fötin öll og rúminu, og mælti að Gísli skyldi þar niður leggjast í hálminn, og ber á hann ofan fötin, og hvíli nú á honum ofan hún Álfdís, og vert þú nú þar, sagði Refr, fyrst hvað sem í gerist. Hann biður nú og Álfdísi vera sem versta viðskiptis og sem ærasta, og spari nú ekki af, sagði Refr, og að mæla það allt illt þér kemur í hug, bæði í blóti og skrattirum, en mun ganga til tals við þá og haga svá örlum sem mér sýnist. Og í annað sinn hann kemur út, sér hann menn fara, og þar förunautar barkar áttar saman, en börk eftir að forsá, og skulu þessir þangað fara að leita að Gísla og taka hann, ef hann væri þar kominn, en Refr úti og spyr tíðanda. Þau ein kunnum mér að segja að þú munt spurt hafa, eða veistu nökkut til fara Gísla, segja þeir, eða hvaft hefur hann hér nökkut komið. Það bæði, sagði Refr, að hann hefur ekki hér komið, enda myndi honum skamt til skjótra ófara, ef hann hefði þess freistað, og eigi veit hversu trúlíkt yður þykir, að mynda eigi óbúnari en einhver yðvar að drepa Gísla, en hefi það vit með mér, að mynda þykjast eigi allítt í vinna að hafa slíks manns traust sem Börk og hans vinn vilda vera. Þeir spyrja, þér nökkut að við rannsakim þig og hús þín? Já, sagði Refr, það vil gjarna, því að veit að þér meguð því öruglegar leita í öðrum stöðum, ef þér vitið fyrir víst að hann eigi hér, og gangið inn og leitið sem gersamlegast. Þeir ganga inn, og Álfdís heyrði hark þeirra, þá spyr hún hvað gauragangi þar væri, eða hver glóparnir starfaði á mönnum nætur. Refr bað hana hafa sig að hófi, en hún lætur þá eigi vant margra fíflirða. Veitir hún þeim mikla ágjöf, svá að þeir máttu minni til reka. Þeir rannsaka eigi að síður, og þó minnr en þeir myndi, ef þeir yrði eigi fyrir þvílíkum hrópyrðum af húsfreyju, fara síðan á brott og finna alls ekki, og biðja bónda vel lifa, en hann bað þá vel fara. Og koma þeir aftur til fundar við Börk, og una illa við sína för, og þykjast fengið hafa mikinn mannskaða við svívirðing, en komið engu áleiðis. Flýst þetta nú yfir héraðið, og þykir mönnum eigi steini hefja, hverjum óförum þeir fara fyrir Gísla. Börk fer nú heim og segir Eyjólfi hvað að vera. Gísli með Ref hálfan mánuð, og síðan fer hann á brott, og skilja þeir Refr góðir vinir, og gefur Gísli honum kníf og belti, og váru það góðir gripir, en ekki hafði hann fleira laust. Og eftir þetta fer Gísli í Geirþjófsjörð til konu sinnar, og hefur nú mikill aukist hans frægð í þessum atburð, og það og sannsagt að eigi hefur meiri atgerfi maður verið en Gísli nú fullhugi, en þó var hann eigi gæfu maður. Nú fyrst frá horfið.
8. og 20. kapítuli. Nú það til máls að taka várið Börk fer til Þorskaferðarþings með fjölmenni og ætlar að hitta vini sína. Gestur fer vestan af Bárðarströnd og Þorkel Þórsson og fer á sínu skipi Hrafnþera. Og Gestur albúinn koma til hans sveinar tveir og klæddir illa og höfðu stafi í höndum. Þess verða menn vísir að Gestur hefur launtal við sveinana og verða menn þess vísir að þeir biðja hann fars og hann veitir þeim. Þeir fara nú með honum til þingsins, þar ganga þeir á land og fara sem leiðir liggja fyrir þeim til þess þeir koma til Þorskafjarðarþings. Maður nefndur Hallbjörn, hann var göngumaður og fór héruðin eigi með færri menn en 10 eða 12, en hann tjaldaði sér búð á þinginu. Þangað fara sveinarnir og biðja hann búðarrúms og segjast vera göngumenn. Hann kveðst veita búðarrúm hverjum þeim hann vil beitt hafa. Hefi ég hér verið mörg ár, sagði hann, og kenni ég alla höfðingja. Hefi ég verið mörg ár, sagði hann, og kenni ég alla höfðingja og goðorðsmenn. Þeir sveinarnir segja að þeir vildi hlíta hans forsjá og hræðast af honum. Okkur mikil forvitni á að sjá stóreflismenn þar miklar sögur ganga frá. Hallbjörn kveðst mundu fara ofan til strandar og sagðist mundu kenna hvert skip skjótlega sem kæmi og segja þeim til. Þeir biðja hann hafa þökk fyrir léttlæti sitt, fara nú ofan til strandar og svá til sjávarins, sjá nú að skipin sigla að landi. Þá tekur Svein eldri til orða, hver á það skip nú siglir hingað næst. Hallbjörn sagði að það á Börk digri. En hver siglir þar næst? Gestur spaki, sagði hann, en hver sigla þar næst og leggja skip sitt við fjarðarhornið? Það Þorkel Þórsson, sagði hann. Þeir sjá nú að Þorkel gengur á land og sest niður einhvers staðar, meðan þeir flytja varnað þeirra af skipinu, svo sem sjórinn felli á land. En Börk tjaldar búð þeirra. Þorkel hafði gilskan hatt á höfði og feldgrán og guldálk öxl en sverð í hendi. Síðan gengur Hallbjörn og sveinarnir með honum þangað sem Þorkel situr. Nú tekur annar sveininn til orða, sá eldri, og mælti, hver sá göfugli hér situr? Eigi hef ég séð væna mann né tígulegra. Hann svarar, vel fara þér orð, en Þorkel heiti ég. Sveininn mælti, algóður gripur mun sverðið það vera sem þú hefur í hendinni, eða hvort mundu lofa mér að sjá. Þorkel svarar, furðu undarlega lætur þú þetta, en þó mun ég þetta leyfa þér, og réttir honum. Sveininn tók við sverðinu og vek sér frá lítat og sprettir friðböndunum og bregður sverðinu. Og Þorkel sá það, þá mælti hann, það lofaða ég þér eigi þarna að bregða sverðinu. Þar spurða ég þig ekki að leyfis, sagði sveininn, og reiður upp sverðið og rekur á hálsinn Þorkalli, sá að aftók höfuðið. En þegar þessi tíðindi orðin, þá hleypur upp Hallbjörn göngumaður, en sveininn kastar niður sverðinu alblóðgu og grípur upp staf sinn og hlaupa þeir með þeim Hallbjörni og urðu göngumenn næsta að gjalti. Þeir hlaupa upp hjá búðinni, en Börk tjaldaði, menn drífa þá að Þorkalli og þykjast eigi vita hver verkið hefur unnið. Börk spyr, hverju gegndi sjá eða kliður var hjá Þorkalli, og þeir Hallbjörn hlaupa upp hjá búðinni og 15 göngumenn og hann Börk spurði þess, þá svarar sá yngri sveininn Helgi hét, en sá hét Bergur vígitt hafði vegið. Eigi veit ég hvað þeir þynga, en það hygg ég að þeir þræti hvort vésinn hefði átt eftir dætur einar, eða hefði hann áttan son nökkun.
Hallbjörn hleypur til búðar en sveinarnir til skógar þar var nær og verða þeir eigi fundnir. 29. kapítuli. Menn hlaupa nú til búðar Hallbjarnar og spyrja hver gengdi. En þeir göngumenn segja að sveinar tveir ungir hefðu komið í flokk þeirra og segja að þeim kom þetta mjög að óvörum og kváðust engi deili á þeim vita. Þeir segja þó frá yfirlitum þeirra og viðurtal þeirra hvílíkt verið hafði. Börk þykist nú vita af orðum þeim Helgi hafði mælt að synir Vésteins muni verið hafa. Og eftir þetta gengur hann til fundar við gest og ræðst við hann hversu með skal fara. Börk mælti: Mér það skyldast allra manna að mæla eftir Þorkel mágminn, þykir oss eigi því ólíkt hafa til borið sem synir Vésteins muni unnið hafa verkið, við að eigi vitum við annara manna vá, þeirra sakar hafa átt við Þorkel en þeir. Nú kann vera að þeir hafi komist brott að sinni. Gef þú til ráð hversu málið skal upptaka. Gestur svarar: Kunna mynda eg mér ráð, ef eg hefða vegið, en hafa það undanbragð að málið mætti ónýtt verða, ef á mér yrði haft að nefnast annan veg en eg héta. Og let gestur mjög að sökin sé fram höfð. Þar hafa menn fyrir sagt haft að gestur hafi verið í ráðum með sveinunum því að hann var skyldur þeim að frændsemi. Nú hætta þeir og kvalla niður málin, en Þorkel heygður að fornum sið og fara menn heim af þinginu og gerist ekki fleira til tíðinda á því þingi. Börk unni nú illa við sína ferð, sem þó átti hann stundum vannað til og hefur þó svábúið mikla sneipu og svívirðing af þessu máli. Sveinarnir fara nú uns þeir koma í Geirþjófsfjörð og liggja úti 10 dægur. Koma þeir til Auðar og Gísli þar fyrir. Þeir koma þar nótt og drepa á dyrn. Auður gengur til hurðar og heilsar þeim og spyr tíðenda, en Gísli lá í rekkju sinni og var þar jarðfóks undir niðri og beindi hún raustlegar ef hann þurfti að varast. Þeir segja henni nú víg Þorkels og hvað véla var, segja henni og hversu lengi matlausir þeir hafa verið. Eg mun senda ykkur, segði Auður, yfir hálsinn í Mosdal til svona Bjartmars. Skal eg fá ykkur vistir og jartegnir að þeir skjóti yfir ykkur nökkuru skjóli og geri eg því þetta að eg nenni eigi að kveðja Gísla bjargar við ykkur. Nú fara sveinarnir í skóga þá þeir megu eigi finnast og neita matar, því að þeir höfðu lengi matar mist og leggjast síðan niður að sofa þeir váru mettir, því að þeir váru mjög syfjaðir. 30. kapítuli. Nú að segja frá Auði að hún gengur til Gísla og mælti: Nú skiptir mig miklu hversu þú vilt til snúa að gera minn sóma meira en eg verð. Hann tók þegar undir og mælti: Veit eg að þú munt segja mér víg Þorkels bróður míns. Sá sem þú getur, sagði Auður, og eru hér komnir sveinarnir og vildu að þér byrgist að allir saman og þykjast nú ekki traust eiga nema þetta. Hann svarar: Ekki má eg það standast að sjá bróðurbana mína og vera ásamt við þá, og hleypur upp og vil bregða sverði og hvað vísu. Hver og veit nema hvassan, hjaldrís dragi Gísli, átt mun fyrða að frétta, færi van óspánum, alls sigur viðir segja, snirti hrings af þingi, drýjum við til dauða dáð Þorketil ráðin. Nú sagði Auður þá á brott og hafða eg vit til þess að hætta þeim eigi hér. Gísli sagði að þann veg var og allra best að þeir hittist eigi, og stefast hann brátt og eru nú kyrr ein tíðindi.
Sá sagt að nú eru eigi meiri eftir en 2 vetur þess draumkonan sagði hann mundu lifa, og á líður Gísli í Geirþórsfirði, og koma aftur draumar hans allir og harðar svefnfarar, og kemur nú jafnan að honum draumkonan sú en verri, og þó hin stundum hin betri. Einhverja nótt það enn að Gísla dreymir að konan sú en betri kom að honum, og hann sýndist honum ríða grám hesti og býður honum með sér að fara til síns innis, og það þekkist hann. Þau koma nú að húsi einu, því nær var sem hölværi, og leiðir hann inn í húsið, og þótti honum þar vera hægindi í pöllum og vel búið. Og hann bað þau þar vera og una sér vel. Og skaltu hingað fara, þá þú andast, sagði hún, og njóta hér fjár og farsælu. Og nú vaknar hann og hvað vísur nokkurar eftir því sem hann dreymði. Heim bauð með sér sínum saumklökk gráum blakki. Þá varst brúður við beygði, blíðloft skreyti hríða, márundar kvask mundu, mark orð af það skorðu, negi sól af heilu, honflæðar mig gæða, og enn hvaðan dýr lét drápu stjóra dís til svefs og vísa til lægis elsta slágu líkt tínik því dínur, og með sér en svinna saums liti mig nauma, sákat hól í hvílu, hlaut skáld sæing blauta. Hingað skalt hvað hringa, hildur að óðar gildi, leina þolur með fullu, falheyjaðar deyja, þámynd ullur og öllu, ísungs féð þvísa, það hagar okkur til auðar, ormlás og mér ráða. 30. og 1. kapítuli. Frá því sagt einhverju sinni að Helgi var enn sendur á njósn í Geirþórsfjörð, og þykir mönnum áræðilegt að Gísli muni þar. Sá maður fer með honum Hávarður hét, hann hafði komið út sumarið áður og var frændi Gests Oddleifssonar. Þeir voru sendir í skóg að höggva efnitré, en þó að þetta væri yfirbragð á þeirra ferð, og bjóð þó hitt undir að þeir skyldu leita að Gísla og vita ef þeir fyndi fylgsnin Gísla. Og ein dag að kveldi sjá þeir eld í kleifunum fyrir sunnan ána. Það var dagseturskeið og niðmyrkur sem mest. Þá spyr Hávarður Helga hvað þá sé til ráðs, og muntu, segir hann, vera þessu vanari en ég. Ein mun á gerð, segir Helgi, að hlaða hér vörðu á hóli þessum nú stöndum við á, og mun þá finnast ljós dagur og sér héðan frá vörðunni til kleifana skammt að sjá. Þetta taka þeir ráðs, og þeir hafa hlaðið vörðuna, sagði Hávarður sig syfja, sá að hann kveðst ekki mega annað en sofa. Hann gerir svo, en Helgi vakir og kleður það sem ógert var að vörðunni, og hann hafði því lokið, þá vaknar Hávarður og biður Helga þá sofa, en hann kveðst vaka mundu. Og Helgi sefur hríð, og á meðan hann sefur tekur Hávarður til verks og ber á brott vörðuna alla, og sér hvern steinin í náttmyrkrinu. Og hann hefur það gert, þá tekur hann stein ein mikinn og keyrir niður, og bergið nærri höfði Helga, sá að jörðin bifaðist við, og þá sprett Helgi upp og verður lafhræddur og fullur, og spurði hverju gengdi. Hávarður sagði, maður í skóginum, og hafa margir slíkir komið í nótt. Það mun Gísli verið hafa, segir Helgi, og mun hann hafa orðið var við okkur, og máttu það skilja, félagi góður, segir hann, að við munum allir lemjast ef á okkur kemur slíkt grjót, og engi annar á gerð en verða á brott sem skjótast.
Nú rennur Helgi sem fljótast má hann, en Hávarður gengur á eftir og biður Helga eigi hlaupa undan sér, en Helgi gaf að því engan gaum og fór sem fætur toguðu. Og að lygnum koma þeir báðir til skips og stíga þar á og ljósta síðan árum í sjó og róa sem ákafast og létta eigi fyrr sinni ferð en þeir koma heim í Otradal og segir Helgi að hann viss orðinn hvar Gísli niður kominn. Eyjólfur víxli skjótt og fer þegar við 12 mann og þar í för Helgi og Hávarður. Þeir fara til þess þeir koma í Geirþjófsjörð og ganga alla skóga og að leita vörðunar og fylgsnis Gísla og fundu hvorki. Nú spyr Eyjólfur Hávarð hvar þeir settu vörðuna. Hann svarar, eigi má ég það vita því að bæði var að ég var svo syfjaður að ég viss að fátt frá mér, en það hlóð Helgi þá vörðuna, ég svar. Eigi þykir mér orðvænt að Gísli hafi orðið var við okkur og hafi borið brott vörðuna, þá listi og við várum í brott farnir. Þá mælti Eyjólfur, af auðið verður oss mjög þetta mál og munum við aftur snúa. Og þá gera þeir og kveðst Eyjólfur áður vilja hitta auði. Þeir koma nú á bæinn og ganga inn og settist Eyjólfur enn á tal við auði. Hann tekur sá til orðs, ég vil eiga kaup við þig auður, segir hann, að þú segir mér til Gísla, en ég mun gefa þér 300 silfurs, þau sem ég hefi tekið til höfuðsonum, þú skalt og eigi við vera við tökum hann af lífi, það skal og fylgja að ég mun fá þér ráðahag þann, að öllu sé betri en sjá hefur verið, máttu og á það líta, segir hann, hversu óhagkvæmt þér verður að liggja í eyðifirði þessum og hljóta það af óhefnum Gísla og sjá aldrei frændur og nauðleita menn. Og hann svarar, það þykir mér óvænst segir hann, að við verðum það sátt að þú fáir mér það gjaforð að mér þykir jafnt við þetta, en þó það satt sem allt að fé best eftir feigan og lát mig sjá hvort fé þetta svo mikið og frítt sem þú segir. Hann steypir nú fénu í kné henni og hefur hún hönd í, en hann telur og tjár fyrir henni. Guðríður fóstra hennar tekur að gráta. Því 22. kapítuli. Síðan gengur hún út og til móts við Gísla og segir honum, fóstra mín nú vitlaus orðin og vil svíkja þig. Gísli mælti, gerð þú þér gott í hug, því að eigi mun mér það að fjölesti verða, að auður blekki mig, og hvað vísu. Segja menn að manni mjöðhlín hafi sínum, fjarðar elgs og fólkið, fleifangshugi ranga, en grjótölum skrátna, golf vitum sitja, hikkat hæli brekku, hrannlóks að því sanna. Eftir þetta fer mærin heim og segir ekki hvert hún hefur farið. Eyjólfur hefur þó talið silfrið, en auður mælti, í engan stað féð minna eða verra en þú hefur sagt, og mun þér nú þykja ég heimilt eiga að gera af slíkt mér sýnist. Eyjólfur tekur því glaðlega og bað hana að vísu gera af slíkt hann vil. Auður tekur nú féð og lætur koma í stóran sjóð, stendur hún síðan upp og rekur sjóðinn með silfrinu á nasar Eyjólfi, sá að þegar stökkur blóð hann allan og mælti, haf nú þetta fyrir auðtryggi þína og hvert ógagn með. Engi ván var þér þess að ég myndi stelja bónda minn í hendur ilmenni þínu, haf nú þetta og með bæði skömm og klæki. Skaltu það muna, vesal maður meðan þú lifir, að kona hefur barið þig, en þú munt ekki að heldur fá það þú vildir. Þá mælti Eyjólfur, hafið hendur á hundinum og drepið þó að blöður sé. Hávarður tekur þá til orða, þó för var helsti ill, þó að við vinnum eigi þetta nýðingsverk og standi menn upp og láti hann eigi þessu ná. Eyjólfur mælti, satt eitt fornkveðna,
Án ills gengis nema heiman hafi. Hávarður var vinsæl maður og váru margir búnir að veita honum lið til þess en í annan stað að firra Eyjólfi óhappi og verður hann nú svábúið að hafa og fer á brott við þetta. En áður en Hávarður gengi út mælti Auður: Ekki mun sanglegt að halda skuld þeirri Gísli á að gjalda þér og hér fingurgull ekki vil að þú hafir. Ekki mynda þetta þó heimt hafa, segir Hávarður. Ég vil nú þó gjalda, segir Auður, og hann gaf honum þó raunar gullið fyrir liðveislu sína. Hávarður fékk sér hest og fer suður á strönd til Gests Oddleifssonar og vil eigi lengur vera með Eyjólfi. Eyjólf fer heim í Otradal og unir illa sinni ferð, enda þótti mennum þessi ferð hinn hæðilegsta. 33. kapítuli. Líður svo sumarið að Gísli í jarðhúsum sínum og var sig, og ætlar hann nú ekki í brott, þykir honum nú fokið vera í öll skjól. Nú og liðnu draumavetr hans gervalir. Það ber enn til einhverja nótt sumarið að Gísli lætur illa í svefni, en hann vaknar spyr Auður hvað hann hefði dreymt. Hann segir að nú komi að honum draumkonan, sú verri og mælti svá. Nú skal ég því öllu bregða betri draumkona mælti við þig og skal ég þess ráðandi að þér skal þess ekki að gagni verða hún hefur mælt. Þá kvað Gísli vísu: Skuluða hvað skorða, skapkjars saman verja, sá hefur ykkur til ekka, eitr góðmunnar leitað, alvaldur hefur aldar, ellendis þig sendan, ein úr yðru ranni, annan heimat kanna. Það dreymdi mig enn, sagði Gísli, að sjá kona kom til mín og batt á höfuð mér dreyrga húfu og þó áður höfuð mitt í blóði og jós á mig allan, svá að ég varð alblóður. Gísli kvað vísu: Hugðak þá mér þrúði, þremja hunds og brunni, óðins elda lauðri, auðs mína skör rauða og hirknefa hreyfa, hönd væri því bandi, báls í benja jéli, blóðrauði vala slóðar. Og enn hvað hann: Hugðak gleymi göndul, gunnelda mér falda, ofrak skorin reikar, rúf dreyrugri húfu, væri hendur á henni í hjörregni þegnar, svá vakni mig sága, sums úr mínum draumi. Nú gerðist svo mikill drauma Gísla, að hann gerir svo myrkræddan að hann þorir hvergi einn saman að vera, og þegar hann leggur til sín augu saman, þá sýnist honum sama koma. Það var enn eina nótt að Gísli lét raunlitt í svefni. Auður spurði hvað fyrir hann væri. Það dreymdi mig, segir Gísli, að menn kæmi að oss og væri Eyjólfur í för og margt annara manna og hittimst vér, og vissa ég að áburðir urðu með oss. Einn þeirra fór fyrst, grenjandi mjög, og þóttumst ég höggva hann sundur í miðju og þótti mér vera á honum vargs höfuð. Þá sóttu margir að mér, ég þóttumst hafa skjöldin í hendi mér og verjast lengi. Gísli kvað þá vísu: Vissak fjandur að fundi, fekk innanlið minna, árþótt eigi værak, andaður að mér standa, gætim vér en væri, valtan í mun hrafni, fríður í fögru blóði faðmur þín roðin mínu. Og enn hvaðan máttut skaldi, skjöldur kom mér að haldi, gátum hug við hneiti, hjörgelandi að bella, áður en mig þeirs mínu munu aldrilagi valda, gnýr var sjörs að heyra, hár ofurliði báru. Og enn hvað hann stjeg of ein áður inni, árflóknis mig sáran, hrælækjar gaf hauki, huggendur munins tuggu, sneið að sínu ráði sverðsegg í leggi, misti menja lestir, mannsbót varst að fóta. Nú líður á haustið og minkar ekki draumana og heldur vaxandi gangur að þeim. Það var eina nótt Gísli lét enn illa í svefni.
Auður spurði þá enn hvað fyrir hann bæri. Gísli kvað vísu: Hugðak blóðinu of báðar, beinviðis mér síður, hann höfum vér að vinna, vílsinn ofan rinna, slíkt dreymir mig seima, segr emk við her nekvat, bíðum brodda hríðar, berlofna sig sofna. Og enn hvað hann vísu: Hugðak blóð of báðar, bauglín gnáar mínar, herðar hvössu sverði, hrænets regin setja, og valnæra væri, vár af miklu fári, líkn reynum svál auka, lífs vánir með gránar, og enn hvaðan hugða klífir flagða, hristendur af mér kvista, stór fingum ben brynju, báðar hendur með vendi, enn fyrir mækis munni, minn hugðak sín tvinna, ósken hjör af hjassi, hjálmstofn ofan klofna. Og enn hvað hann vísu: Hugðak sjöfn í svefni, silfurbandsofnir standa, gerður hafði nú gerðu, grátandi brá váta, og eldnjörun öldu allskindila bindi, hvað tekur mér en mæra, mín sár undví váru. 34. kapítuli. Nú Gísli heima það sumar og nú kyrrt, síðan kemur sumarnótt síðasta, þá þess getið að Gísli mátti ekki sofa og ekki þeirra þriggja. Veðri var þann veg farið að var á logn mikill, hélufall var og mikill, þá kveðst Gísli vilja fara frá húsum og til fylgsnis síns suður undir kleifarnar og vita ef hann mætti sofna. Nú fara þau öll og eru þær í kirtlum og draga kirtlarnir döggslóðana. Gísli hafði kefli og reist á rúnar og falla niður spæninir, þau koma til fylgsnisins, hann leggst niður og vil vita ef hann gæti sofið en þær vaka. Rennur á hann svefnherbergi og dreymir hann að fuglar kæmi í húsið en læmingar heita, þeir eru meiri en rjúpkerar og létu illega og höfðu válkast í róðru og blóði. Þá spurði Auður hvað hann hafði dreymt. Nú váru enn eigi sveftfarar góðar. Gísli hvað vísu: Mér bar hljóm í heimi, hörbil tás við skiluðum, skekik dvergadrykkju, dreira sals fyrir eyru, og hjörradar hlýddi, heggur rjúpkera tveggja, koma mundi alls á drengi, dögg læmingi höggvi. Og þetta tíðindi að heyra þau mannamál, og Eyjólfur þar komin við hinn 15. mann, og hafa áður komið til hús og sjá döggslóðina sem vísat væri til. Og þau verða vör við mennina, ganga þau upp á kleifarnar, þar sem vígi best, og hefur hvár þeirra þusl í hendi mikla, Eyjólfur ganga að neðan, hann mælti þá við Gísla: Hitt nú ráð að fara, eigi undan lengra og láta þig eigi elta sem huglausa menn, því að þú ert kallaður fullhýi mikil. Hefur nú orðið langt funda á milli, og það mundum mér vilja að sjá væri hinn efsti. Gísli svarar: Sæk þú að kalmanlega fyrir því að ég skal ekki lengra undan fara, það og þín skylda mest að sækja fyrst að mér, því að þú átt sakar við mig meiri en aðrir menn þeir sem hér eru í för. Ég mun það ekki undir þér eiga, segir Eyjólfur, að skipta liði mínu sem mér líkar. Það og líkara, segir Gísli, að greið þitt mundi eigi þora við mig máttum að skipta. Eyjólfur mælti þá til njósnahelga: Það væri nú frægmikil að þú réðir fyrst upp á kleifarnar að Gísla og mundi það ágæti lengi uppi vera. Oft hefi ég það reynt, segir Helgi, að þú vil aðra hafa fyrir þér oftast, þar nokkur raun að, en fyrir því að þú eggjar svo ákaflega, þá skal ég til ráða að þú fylg mér drengilega og gakk næstur mér, þú ert eigi með öllu blauður. Helgi ræður nú til þar sem honum þykir vænst og hefur í hendi öxi mikla. Gísli var svo búinn að hann hafði í hendi öxi og gyrður sverði og skjöld á hlið. Hann var í kufligrám og hafði gyrt að sér með reipi
Nú skopar Helgi skreið og kleip upp á kleifarnar að Gísla. Hann snarar í móti Helga og greiðir upp sverðið og rekur á lendarnar svo að í sundur tók manninn í miðju og fellur sér fár hluturinn ofan fyrir kleifarnar. Eyjólfur komst upp annars staðar og kom þar Auður í móti honum og Lýstr á hönd honum með lurki, sá að Ór dró allt aflit Ór og hratar hann ofan aftur. Þá mælti Gísli: Það vissa ég fyrir löngu að ég var vel kvæntur, en þó vissa ég eigi að ég væri svo vel kvæntur sem ég en minna lið veittir þú mér nú en þú mundir vilja eða þú ætlaðir, þó að tilræðið værið gott, því að eina leið mundu þeir nú hafa farið báðir. 35. kapítuli. Nú fara til tveir menn að halda þeim Auði og Guðríði og þykjast þeir hafa ærætt að vinna. Nú sækja 12 að Gísla og komast upp kleifarnar, en hann ver sig bæði með grjóti og vopnum, svo að því fylgdi mikil frægð. Nú hleyp að förunaut Eyjólfs ein og mælti til Gísla: Legg þú af við mig vopnum þau góðu þú ver og allt saman og Auði konu þína. Gísli svarar: Takk þú þá við ódeglega, því að hvorki samir vopnin, þau ekki hefi átt né sá konan. Sjá maður leggur til Gísla með spjóti, en Gísli höggur mót og spjótið af skaftinu og verður höggið svo mikill að öxin hljóp í helluna og brest af hirðan. Hann kastar þá öxinni en grípur til sverðsins og vegur með því en hlífir sér með skildinum. Þeir sækja nú að rösklega, en hann verst vel og drengilega. Komu þeir nú hart saman. Gísli var þá enn tvá menn og eru nú 4 látnir. Eyjólf bað þá sækja að sem karlmannlegast. Fá mér hart af, segir Eyjólf, og væri það einskis vert ef góð yrði erfiðislaunin. Og minnst vánin, vinst Gísli við og hleypr upp á hamar þann heitir Einhamar og af kleifunum. Þar snýst Gísli við og verst. Þetta kom þeim að óvörum, þykir þeim nú mjög óhægjast sitt mál. Menninni dauðir 4, en þeir sárir og móðir, verður nú hvíld á atsókninni. Þá eggjar Eyjólfur menn sína alfast og heitir þeim allmiklum fríðendum, ef þeir næði Gísla. Eyjólfur hafði einvala lið með sér að treysti og harðfengi. 37. kapítuli. Maður nefndur Sveinn fyrst réðst í móti Gísla. Gísli högg til hans og klýfr hann í herðar niður og fleygir honum ofan fyrir hamarinn. Nú þykjast þeir eigi vita hvar staðar næmi manndráp þessa manns. Gísli mælti þá til Eyjólfs: Það munda ég vilja að þau 300 silfurs, ef þú hefur tekið til höfuðs mér, skaltu hafa dýrast keypt, og það munda ég vilja að þú gæfir til þess önnur 300 silfurs, að við hefðum aldrei fundist, og mundu taka svívirðing fyrir mannskaða. Nú leita þeir sér ráðs og vilja eigi fyrir lífsitt frá hverfa. Segja þeir nú að honum 2 vegna og fylgja þeir Eyjóli fremstir, en annar heitir Þórir, en annar Þórður, frændur Eyjóls. Þeir váru innir mestu garpa, og aðsóknin þá bæði hörð og áköf, og fá þeir nú komið á hann sárum nökkurum með spjótalögum, en hann verst með mikilli hreysti og drengskap, og fá þeir svo þungt af honum af grjóti og stórum höggum, svo að engi var ósáð. Sá að honum sótti, því að Gísli var eigi misfengur í höggum. Nú sækja þeir Eyjólfur fast og frændur hans. Þeir sá að þar lá við sæmd þeirra og virðing. Leggja þeir þá til hans með spjótum, sá að útfalla iðrin, en hann sveipar að sér iðrunum og skyrtunni og bindur að fyrir neðan með reipinu. Þá mælti Gísli að þeir skyldi bíða lítt það. Munuð þér nú hafa þau málalok sem þér vilduð, hann hvað þá vísu. Falls hallar skal fulla, fagurleit hús mig teitir, reikilát að rökum, rekt sínum vin fregna,
vel hygg ég þótt eggjar ídrislegnar mig bíti, þá gaf sínum sveini sverðs minn faðir herðu. Sjá hinn síðasta vísa Gísla, og þegar jafnskjótt hann hafði kveðið vísuna hleypur hann ofan af hamrinum og keyrir sverðið í höfuð Þórði, frænda Eyjólfs, og klýfur hann allt að beltistað, enda fellur Gísli á hann ofan og þegar örendur. En þeir váru allir mjög sárir förunautar Eyjólfs. Gísli lét líf sitt með svo mörgum og stórum svárum að furða þótti í vera, sá hafa þeir sagt að hann hópaði aldrei, og eigi sá þeir að högg hans væri minna eitt síðasta en eitt fyrsta, líkur það nú ævi Gísla, og það alls sagt að hann hefur hinn mesti hreistimaður verið, þó að hann væri eigi í öllum hlutum gæfu maður. Nú draga þeir hann ofan og taka af honum sverðið, götva þeir hann þar í grjótinu og fara ofan til sjávar, þá andaðist hinn sjetti maður við sjóniðri. Eyjólfs bauð auði að hún færi með honum, en hún vildi eigi. Eftir þetta fara þeir Eyjólfur heim í Otradal og andaðist þegar inn á sömu nótt hinn sjöndi maður inn átti liggur í sárum 12 mánuði og fær bana, en aðrir verða heilir þeir sem sárir váru og fengu þó óvirðing. Og það alls sagt að engi hafi hér frægri vörn veitt verið af einu manni svo að menn viti með sannindum. 37. kapítuli. Nú fer Eyjólfur heiman við hinn 12. mann suður til fundar við Börk digra og segir honum þessi tíðindi og allan atburð, og varð Börk kátur við þetta og biður Þórdísi taka vel honum Eyjóli. Og mun þú ást á eina miklu þú unnir Þorgrími bróður mínum og ger vel við Eyjólf. Gráta mun Gísla bróður minn, segir Þórdís, en mun eigi vel fagnað Gíslabanna ef graut ger og gefin. Og kveldið hún bar mat fram, fellir hún niður spánar trógið. Eyjólfur hafði lagt sverð það í milli stokks og kvóta sér Gísli hafði átt. Þórdís kennir sverðið og hún lítur niður eftir spánunum, þreif hún meðalkaflan á sverðinu og leggur til Eyjólfs og vildi leggja á honum miðjum. Gáði hún eigi að tjaldið horfði upp og nam við borðið. Hún lagði neðar en hún hafði ætlað og kom í lærið og var það mikill sár. Börk tekur Þórdísi og snarar af henni við sverðið. Þeir hlaupa upp allir og hrinda fram borðunum og matnum. Börk bauð Eyjólfi sjálfdæmi fyrir þetta og gerði hann full manngjöld og kveðst gert hafa mundu meira ef Berki hefði verið í farið. Þórdís nefnir sér þá vátta og segir skilið við Börk og kveðst eigi skildu koma síðan í sömu sæng hjá honum og það endi hún. Fór hún þá að búa á Þórdísarstöðum út á Eyri, en Börk eftir að Helgafelli, til þess Snorri goði kom honum á brott og fór Börkur þá að búa í Glerárskógum, en Eyjólfur fer heim og unir illa við sína ferð. 38. kapítuli. Synir Vésteins fara til Gests frænda síns og skora á hann að hann komi þeim útan með ráðum sínum og Gunnhildi móður þeirra og Auði Gísli hafi átt og Guðríði Ingjaldsdóttur og Geirmundi bróður hennar. Fara þau öll útan í Hvítá með Sigurði Hvíta, kom Gestur þeim útan með fé sínu. Þau váru skamma stund úti og komu við Nóreg. Gengur Bergur á stræti og vil kaupa þeim búðarrúm í kaupangi og 2 menn með honum. Þeir mæta 2 mönnum og var annar í skarlatsklæðum, ungur maður og mikil vexti. Sá spurði Berg að nafni, hann sagði til eitt sanna nafn sitt og kyn því að hann ætlaði að hann mundi þess víðar koma að hann mundi njóta föður síns en gjalda. En sá í skarlatsklæðunum var brá sverði og hjó Berg banahögg. Það var Ari Súrsson, bróðir Gísla og Þorkels. Förunautar Bergs fóru til skips og sögðu tíðindin. Stýrimaður kom heim undan og tók Helga far til Grænlands. Helgi kom þangað og þroskaðist þar og þótti besti drengur. Og váru menn sendi til höfuðsonum, en þess var eigi auðið.
Helgi týndist í veiðiför og þótti það mikil skaði. Þær Auður og Gunnhildur fara til Danmerks í Heiðabæ, tóku þær við trú og gengu suður og komu eigi aftur. Geirmundur var eftir í Noregi og kvangaðist og varð vel að þroska. Guðríður systir hans var manni gefin og þótti skýr kona og eru margir menn frá henni komnir. Ari Súrsson fór til Íslands, hann kom í Hvítá og seldi skipið en keypti sér land að Hamri og bjó þar nokkura vetur. Víða hefur hann búið á Mýrum og eru menn komnir frá honum. Ljúkum mér hér Gísla sögu Súrssonar.